Reykjavík. Hann átti þann draum að eignast hótel á erlendri grund. Óðalsbóndi á erlendri grund. Okkur ber að suðurströndinni með haföldunni sem hlýrri hér en annars staðar á Bretlandi. Fyrr á öldum voru það sjóræningjar og aðrir ævintýramenn hafsins sem leituðu vars í höfninu við Torbay sem skjólgóð frá náttúrunnar hendi. Hér voru teknir höndum og geymdir í hlöðu 400 fangar úr spænsku innrásinni, en slíkir atburðir heyra nú sögunni til. Bærinn Torquay sem kúrir utan í hlíðunum við flóann umvafinn pálmatrjám og minnir svolítið á sumadvalastað við Miðjarðarhafið. Gróðurinn og húsin eru öðruvísi en maður á að venjast annars staðar á Englandi. Hingað flykktist fyrir fólkið fyrr á öldinni því Torquay þekktasti baðstrandabær Englands, oft nefndur drottning ensku Rivierunar. Strendurnar iða af mannlífi á sumrin og eldri borgarar leita mildara loftslag yfir veturinn. Eitthvert sterkasta einkenni bæjarins eru hin fjölmörgu hótel, stór og smá, sum gömul og glæsileg, önnur nýrri. Og hér það ferðaiðnaðurinn sem ræður ríkjum. Heimilisfastir Torquay-búar eru rúmlega 100.000 en íbúatalan getur margfaldast á sumrin. Þá verður hafið leikvöllur en fjaran hvíldarstaður fólks á öllum aldri. Þar sem heitur sjór fellur yfir hana, líkt og hafið sé að anda, en sólin og hafrennan leggja blessun sína yfir andadráttinn. Þetta það sem sumargestirnir sækjast eftir að njóta. Og eftir viðburðaríkan dag, þegar kvölda tekur svo farið að huga að náttstað. Ofan við gistisnekkjurnar sem bíða eiganda sinna í höfninni og utan í einni hæðinni glittir í brúnt hús með óteljandi kvistum og turnum. Það minnir helst á stóran herragarð eða jafnvel lítinn kastala. Húsið heitir The Manor House Hotel og þar ræður ríkjum Íslendingurinn Magnús Steinþórsson, nú hóteleigandi. En hvernig stóð að því að gullsmiður frá Íslandi gerðist óðalsbóndi á erlendri grund? Sko annarkvort núna eða aldrei. Svo við fórum inn í hérna yfir og ég fór að skoða svolítið hótel. Og hótel í London, þú færð ekkert fyrir 1,2 milljónir punda sem eru 100 milljónir til 200 milljónir, þú færð ekki neitt sko. Hótel í London eru ofsalega dýr. Þá fór ég niður til Bournemouth, Brighton og Bournemouth og skoðaði. Svo þegar ég kom hérna, þá sem gullsmiður, þá sá ég alls staðar handverkið. Og það var til þess að ég sagði bara já strax sko. Gerði honum bara tilboð og gekk alveg í það. Þannig að þú hafðir þetta ákveðna hús í huga þegar að þú ákvaðst að söðla um? Nei, mér langaði sko að breyta aðeins, fara aðeins og skoða mig svolítið og reyna eitthvað nýtt. Svo þegar ég kom hérna inn, það var annar arabi sem átti þetta. Og hann var alveg ótrúlegur maður og hann hafði ekki haft hita ná í húsinu í 3 ár. Þannig að húsið var alltaf illa farið, að það búið að vera á sölu í heilt ár. Það vildi enginn kaupa vegna þess að það var það mikið sem þurfti að gera. En ég sá það ekki eftir og ég sá ekki alla viðgerðina og allt sem átti að gera. Sko. Ég tók það ekki, myndi bara eftir hvað þetta var rosalega hættulegt. Og svo þegar ég kom á staðinn þá kom í ljós að þetta var ótrúleg vinna sem átti eftir að framkvæma. Þannig að ég hugsaði ég lít svona tilbaka að ég vita það. Ég efast að ég hefði farið út í þetta. Það var ofsalega vinna. Og það sem hann hafði alltaf gert, að hann
það kom raki í gegnum veggina þegar sko allir veggi voru raki í þeim, þannig að hann tók bara svona mahóníplötur og svona plötur og bara neldi fyrir það. Þannig að það sást aldrei og saggi var alltaf á bakvið. Þannig að það var alltaf svona ódýrleið út en húsið var alveg hræðilegt. Þannig að þú ert búin að taka það allt saman í gegn? Já, ég er búin að taka mjög mikið í gegn en það er búið að kosta mig bara að koma að taka það í gegn. Það er sem sagt 300.000 pund sem eru hérna 27 til 30 milljónir. Bara svona að gera húsið upp í sæmilegt ástand og maður er aldrei búinn. Hvernig að, eins og í sambandi við þetta, þurfa að gera upp svona heilt hús og endurnýja allan búnað á hótelherbergjum, hvernig gengur það fyrir sig? Nú er þetta allt öðruvísi heldur en að kaupa bara til heimilis. Það er nefnilega eins og hjá mér að ég er náttúrulega ekkert vanur nema bara að kaupa fyrir heimilið, þannig að maður skoðaði eitt sjónvarp og það er nokkuð gott, en þegar þú þarft að kaupa 32 til 35 stykki af öllu, þá er þetta svona, hugsunarháttur verður alltaf annar og maður áttar sig ekki alveg á þessu. Að kaupa, og svo þarf að kaupa teppi fyrir kannski yfir 40 herbyggi og gluggatjöld allstaðar. Þetta er sko, það er svona, gerir sig eiginlega svona, ég persónulega gerði mér ekki alveg grein fyrir hvað þetta var og hvernig þetta er fyrir maður raunlega tekur á þessu sjálfur. Ímyndunarafli getur breytt þessu húsi á svipstund í lítið þorp. En raunveruleikinn sýndi fram á mikilla breytinga og lagfæringa var þörf. Ýmsir staðir í húsinu hafa fengið annað hlutverk en þeir höfðu upprunalega. Á bakvið grænu hurðina var einu sinni vagnageymsla, eins og hjólin yfir henni bera merki Nú hefur heldur betur verið söðlað því að aktíin og vagnarnir eru horfnir og í staðinn hafa hótelgestir aðganga hvíldaraðstöðu með sólbekkjum og gufubaði. Hér er sem sagt verið að fjárfesta í steypunni. Nú varstu skuldlaus heima sem er kannski draumur allra Íslendinga að vakna eitt góðan veðurdag og eiga allt skuldlaust. Hvernig fórstu að fjármagna þetta? Ég skuldaði engum neitt heima og átti ákveðnar eignir hérna líka og sem sagt að það getur vel verið að það vantaði eitthvað spennu eða eitthvað, ég veit það ekki en svo þegar ég kom hérna yfir þá fór ég inn í City í London og að leita mér að peningum og þegar þú ert að slá 150 milljónir að þá sem sagt gengur ekki beint að bankastjóri hérna. Þú verður að fara í flestum tilfellum í gegnum sem þeir kalla svona brókera hérna, það eru veðmangara og þeir skoða þitt mál áður en og svo leggja þeir það fyrir bankastjóran og segja, hörðu, ég er hérna með gott mál eða slæmt mál eða eitthvað, viltu gera eitthvað í þessu? Og þegar þeir eru búin að skoða þetta og búin að tala bankastjóran, þá getur þú heimsótt bankastjóran. Og þeir taka 1,5%, 1,5%. Það er það mikil upphæð þú veist að þú ert að tala 2 milljónir bara fyrir að gera sem mér fannst ekki neitt. Að ég leitaði þá ég fann loksins bankastjóra sem var hérna niður frá, sem gat sagt bara á staðnum já eða nei. Það er ekki margir en hitt akkurat á þannig mann að ég náði inn á hann og hann er búinn að standa að baki á mér og fjármagna þetta alls saman. Var það löng leit? Það tók 3 mánuði. En ég held ég að vera á góðum launum þessar 3 mánuði í stað fyrir að borga þessum veðmangurum þeirra upphæð. Og varstu aldrei svartsýnn? Ég var orðinn svolítið svartsýnn í lokin vegna þess að ég hefði lent í sektum fyrir það að standa ekki við að þetta átti að ske á fyrsta ákveðin mánuðar og það var komið að þeim degi og ég var ekki búinn að sjá að ég fengi neitt lán neins staðar. Húsið er hannað af William Freud sem var frægur verkfræðingur og skipahönnuður á síðustu öld. Hér bjó hann sjálfur og við skulum feta í fótspor hans og skoða aðeins húsakostinn.
Af svölum annarar hæðar inngangur í herbergi og ganga. Og svo það stiginn sem liggur upp á 3. hæðinu og á turninum. Stiginn meistaraverk Isambard Kingdom Brunel sem var frumkvöðull í hönnun breskra járnbrauta á öldinni sem leið. Þeir félagar Brunel og Freud voru báðir þekktir vísindamenn og frumkvöðlar á sínu sviði og loftið minnir jafnvel á skip á hvolfi. Þegar Magnús fór að grafast fyrir sögu hússins kom í ljós að hann hafði hreft hreinan fjársjóð. Því saga þess hafði fallið í gleymsku en nú það á skrá yfir merkar byggingar í Englandi. Sko húsið hefur hérna, sem ég vissi nú ekki þá, en það hefur mjög merka sögu og ég fekk gamlan mann sem var sagnfræðingur og sagnfræðingur en hann var hættur í vinnu og fekk hann til að grafa upp eitthvað í sandu húsið og þá fór hann að leita og fór í söfn og annað og þá kom alltaf meira og meira í ljós að þetta var eitt merkasta húsið í hérna bara á suðurhorninu í kringum 1860, 70, 80 að hérna hittust breskir vísindamenn og hugsuðu Breta í 20 ár. Tréverkið þarna hérna hannað af einhverjum mesta og merkasta verkfræðingi Breta sem hét Isambard Kingdom Brunel og þykir hafa verið á sínu tíma 50 árum undan sinni samtíða og hann lagði járnbrautir hérna allt og gerði brýr og annað og hann hannaði þetta allt saman og þetta hús það eiginlega gleymdist og þegar eftir að þessi sagnfræðingur fór að hjálpa með þetta og þetta kom meira og meira í ljós að þá koma aðeins eins og BBC og tóku hérna myndir og núna þetta orðið þannig og sem alveg svona getur orðið óþægilegt að það að koma rútur að þetta orðið það þekkt hús með 30, 40, 50 manns og kannski fullt af gestum og þeir koma inn og labba upp og niður stigann og taka myndir og kaupa póstkort og fara út og þannig að ég núna ég búinn að stoppa það þannig að það verður ekki en það var óþægilegt fyrir gesta hérna sé allt fullt af einhverjum túristum að skoða húsið af því þetta eitthvað merkt hús en ef þeir koma hérna og kaupa íslenskar inn út á hérna fyrir framan og kaupa íslenskar pönnukökur og rjóma þá mega þeir náttúrulega skoða húsið. En það ýmislegt fleira merkilegt við þetta tréverk sýnist manni þegar maður skoðar það í smáatriðum. Já, því að í sjálfu tréverkinu þetta allt handgert og á þessum tíma voru þeir ekki með neinar vélar og þeir boruðu og söguðu og hjuggu þetta til en það ekki til einn nagli í öllu loftinu. Þetta allt gerinnelt. Þannig að það líka sérstakt og fólk heyrir ekki, það brakar ekki eins og í stiganum þegar þú lappar upp þessi 140 ára gamall. Og ég þurfti á sínu tíma, þá þurfti ég að taka all tréverkið í gegn. En það tókst mjög vel og mjög gott. Þannig að það þegar þú kemur inn þá sérðu svona, það svona aðal húsins, þá kemur inn að tréverkið hérna í inngangnum. Við skulum staldra við og líta betur á stigam fræða. Brunel var frumkvöðull á fleiri sviðum en hvað varðar járnbrautir. Hann hannaði meðal annars fyrsta gufuskipið sem ætlað var til Atlantshafssiglinga. Hann kom inn með nýjungar í hönnun járnbrautateina sem gerði kleift að aka lestunum hraðar og Brunel notaði nýjar aðferðir við byggingu járnbrautabrúa. Handbragð hönnuðarins leynir sér ekki í stiganum sem oft á tíðum minnir einmitt svolítið á járnbrautabrú.
En við höldum niður á fyrstu hæðina aftur og hér í anddyrinu eru líka faldir fjársjóðir. Tengsl þeirra félaga Brunel og Freud við skipasmíðar og járnbrautir var til þess að þeir ákváðu að byggja við húsið tilraunatang. Þar þróaði Freud aðferðir við að nota módel til að fá upplýsingar sem koma á notkun við hönnun skipa og hafnarmannvirkja. Þessi tilraunatangur var sá fyrsti sinnar tegundar í veröldinni og hér fóru fram tilraunir tengdar breska sjóhernum. En það margt sem breytist í áranna rás. Þannig að þetta svona frægasta sundlaug sem segja þið sko. Nú og svo kemur Agatha Christie rithöfundurinn, að hún fædd í Torki og kemur og í næstu því 3 ár. Í þessu húsi? Í þessu húsi og sem ung stelpa 17, 18, 19 ára. Þannig að hún upphafi henni, ég maður kannski ekki sagt en upphafi að mörgum hennar sögum ske akkurat hér. Þannig að ég hef sagt nú við gesti svona til þess að fá svona smá stemmu að ef þið sjá eitthvað svona í herbyggjónum, eitthvað labba svona í gegn, þú veist, hvítklæddan að vera ekkert af ágjörðu, þetta séu bara draugar. Og menn svona taka þessu misjafnlega, sko, að því ég var alveg alvarlega þegar ég segi þetta. Er draugur í húsinu? Ég hef ekki séð það, en ég er nú að vona að sé, vegna þess að andinn er góður, þannig að draugurinn er góður. Hann hefur staðið með mér vel, ég veit ekki hvað maður segja hvaðan þeir koma eða hvort þú kallir þetta draug eða góðan anda eða eitthvað, að það hafa ákveðin atvik komið upp á. Sem, ég veit ekki maður, sem sýnir það að það er eitthvað hérna sem er eitthvað svona að hjálpa manni. Að fyrrverandi eigundur eða eitthvað eru svona að benda mann á eitthvað fyrir úrskorðast, eins og einu sinni að þá það var áramótin og þá var Walt Disney kvikmyndaveri í London, kom og leigði allt hótelið. Svo voru þeir að skemmta sér og voru að spila biljard, að þá höfðu þeir farið með ljós, kertaljós inn, sem ég vissi ekki tvennu eftir, og voru að spila það svo klukkan var 2, 3 og ég var hálf syfjaður. Þannig að ég fór bara að lagði mig. Svo heyrði ég að þeir fóru upp til sín upp í herbyggi og þá hálf sofnaði, svo bara svona 10 mínútur seinna þá glaðvaknaði ég og stend bara á fætur og ætla að fara að slökkva all ljós. Og þegar ég er búinn að slökkva alls þá fer ég, kíki ekki alltaf inn í bíljarherbyggi, svo er best að ég kíki inn í bíljarherbyggi og þegar ég kemur þar inn að þá er borðið sem þetta kertið hafi staðið á alelda. Og ég náði að opna glugga og henda ég bara út að hennu á fyrstu hæð, þannig að allt í lagi. En hefði ég ekki farið og ekki vaknað og ekki kíkt, að þá hefði ég veit ekki hvað það skeið. En það sem það skeið ekkert og allt var í lagi. Það er einhver hefð fyrir því að banka þegar maður heimsækir turnin, eða ekki? Já, það er vegna þess að við viljum bjóða þeim gott kvöld, við mögum ekki að fara upp á kvöldin. Við viljum bjóða þeim gott kvöld og þeir taka okkur alltaf vel. Það er einhver þarna uppi sem passar staðinn líka. Nú finnum maður þegar maður er hvað allt er rólegt, það er mikil kyrrð yfir þessu húsi. Ja, þetta er svona svipað og við fundum þegar við komum hérna inn, þá fundum við strax fyrir þessu. Það er svona ró og menn verða bara rólegir og afslappaðir. Það er ekki til neitt stress einhvern veginn. Þetta, menn hafa bara sagt þetta margir hverjir aftur og aftur að það er þægilt að koma inn, þetta er bara eins og heima hjá sér. Sérstaklega fólk sem eru svona ætlar að vera hérna í 2-3 daga og er að koma eitthvað frá þessi, getum við ekki verið í 1-2-3 daga áfram vegna þess að
það er svo rólegt og þægilegt hérna og gott að vera hérna, þannig að já, það er ákveðin svona ró yfir staðnum. Ég veit ekki hvort það sé allt þetta timburverk eða hvað þetta sem þetta hefur þessi áhrif, en það er eitthvað sem hefur þau áhrif að fólk verður rólegt hérna. En samt kannski ekki í þessu húsi, en svo hérna niður frá eru náttúrulega allt fyrir alla að gera. Hérna eru náttúrulega nætuklúbar og diskotek og allt svoleiðis, en sjálft húsið og hérna hjá okkur er mjög svona rólegt og þægilegt. Magnús var nú ekki alltaf þekktur að rólegheitunum. Af honum gengu þær sögur úr fótboltanum hér heima að fólk hefði jafnvel komið á leikina til að sjá hann rífast við dómarann. En sagan sem þessir veggir geyma fá fólk til að staldra við og njóta verunar. Ef til vill vegna þess að hugurinn leitar gengina kynslóða, ef til vill er það svo notalegt vegna tréverksins sem er hvarvetna og nostrað hefur verið við í það óendanlega. Eða þá kannski vegna þess að húsið kemur sífellt á óvart. Arinn undir glugganum til dæmis virðist vera venjulegur arinn við fyrstu sýn, en svo fer maður að hugsa, arinn undir glugga, er það ekkert óvenjulegt? Jú, í flestum tilvikum liggur strompurinn beint upp og því heill veggur fyrir ofan eldstæðið. En hér er reykurinn leiddur upp sitt hvorum megin við gluggann. En undir rólegu yfirborðinu fer enn baráttumaðurinn Magnús. Sko, þú getur keypt hérna fisk og ég býð upp á humarhalar sem dæmi að humarhalar heima þeir kosta um 3.000 krónur á góðum veitingastað heima. En hérna er ég með þá, búið að flytja þá hingað á rúmar 1.200–1.400 krónur. Sko. Ég legg ekki mikið á þetta, vegna þess að mér langar að kynna þessa vöru og ég finn það að menn sem hafa verið hérna áður, að þeir panta humarhala og þeir panta ákveðna síldarétti og þeir panta ákveðna fiskvörur sem við bjóðum hérna upp á. En með lambakjötið að ég get fengið fiskisendan en lambakjötinu verði ég að smygla hingað inn. Þegar ég fer heim sem ég fer nú öðru hvoru, þá fæ ég alltaf lambakjöt og setja í töskuna og bara sko loka augunum þegar ég fer í gegnum græna hliðið á Híþró. Verði ég stoppar eða verði ég ekki stoppar. Maður er svo glæpamaður en að kynna íslenska vöru. Og það hefur mér fundist og mjög furðulegt að skuli ekki gera eitthvað í þessu. Og ég talaði við hann Steingrim Sigfússon núna daginn og hann tók þessu mjög vel. Ég bendi á það að hann tók þessu mjög vel og er að vinna í því að gera eitthvað í þessu þannig að sé hægt að flytja át kjöt hingað til mín allavega. Og svo fór ég heim núna aftur daginn og þá ætlaði ég að fá eitthvað svona í kringum tonn, eitthvað svona 500–600 læri og eitthvað svona hryggjum. En það bara þú selur það ekki sko allt á einu degi. Þetta tekur ákveðin tíma að selja svona, þú sér það bara að staðin er svo holtið að þeir selja 1, 2, 3 læri yfir helgi. Þannig að fyrir stað svona sem mig að ég var að reyna að komast inn á veislur og hef mikið náð á því og ég hef verið með svona íslensk kynningar hérna, algjörlega eigin vegum og kalli þetta eða koma aðilar og ætla að panta hérna mat, þá segi ég hérna á ekki að bjóða ykkur svolítið öðruvísi mat heldur en vann og ekki að bjóða ykkur íslenska mat. Og flestir hafa tekið svo, og eiginlega allir hafa tekið svo vel og allir orðið ofsahrifnir. En það tekur náttúrulega alltaf ákveðin tíma að vinna allt upp og það er áttur að taka með ákveðin tíma að vinna upp veitingastæðin. En ég sem sagt er að fá ágætis nafn fyrir ákveðna vöru. En svo er voðalega erfitt að eiga ekki vöruna til. Og ég fæ sem sagt ekki neitt lambakjöt núna. Þeir allir eitthvað að sofa í eitthvað aðeins lengur. Þú hefur sagt mér frá því að það hafi komið hingað maður sem vildi kaupa hans mikið magn af íslensku lambakjöti. Já, þetta er eitt af þessu sem bara skeiði þannig að hérna var hjá mig gestur og
og ég segi við hann að ég sé hérna með alveg sérstaklega gott lambakjöt og vissi ekkert hver maðurinn var. Og hann segir við mig að hann vilja endilega pröfa lambakjöt og elda það á íslenska vegu og ég sagði já, ég elda voðalega mikið svona og hef kennt meðal annars þessum kokkum hérna að elda eins og til þess mamma kenndi mér að elda, þannig að Siggi bróðir minn nú miklu meiri kokkur en ég en ég man ákveðna rétti og hef kennt þeim og maður finnur strax hvort það sé rétt eða rangt og hef kennt þeim að elda ákveðna rétti kokkunum og þessu aðstofakokkum og þessi maður sést að hann kom og við eldum fyrir hann hrygg og gerum þetta alveg eins og við gerum þetta heima með sykurbrúnuðum kartöflum og allar svona og hún fannst þetta algjör sælgæti. Svo gaf ég honum læri næsta dag það að hann búinn að vera núna töluvert í sambandi við mig og ég búinn að hringja heim nokkru sinnum út af þessu og tala við aðila hjá sambandinu þetta og þeir hafa gefið mér uppverð sem svolítið hátt, helmingi herra heldur en þeir selja það til Færeyja til dæmis sem ég næ ekki alveg út af hverju að ég búinn að fá verði hvað fyrir Færeyja og þessi maður vill kaupa 2000 tonn sem er svo til umfram framleiðslan á lambakjötinu og ég er búinn að tala við það þarna hjá þeim og þeir eins og ég segi, þeir hafa tekið mér allir mjög vel hjá sambandinu og hafa ekkert annað en greitt vel út fyrir mér en það einhvers staðar verði hefur hækkað töluvert frá því sem ég heyrði að Færeyingarnir fá þá og þannig að þetta er svona hækkun í hafi? Já, allir svona hækkun einhvers staðar kom hækkunin en ég er alveg, eins og ég segi, alveg klára því að það er alveg hörkumarkaður fyrir úrvalsvöru. Ég er ekki að tala um vöru sem verður svona eins og nýsjálenska varan sem er sko lágt skrifuð. Hún hefur, já það er þetta nýsjálensk lamb segja menn, vegna þess að það er ódýr sko, þetta er ódýr vara. En við þurfum að búa til, þetta tekur, þú gerir ekkert svona á einu degi en þegar maður kemur og vill kaupa ákveðna vöru og ég hef búinn að gefa honum upp ákveðna tölu sem ég hafði heyrt en svo sem sagt kom ansi mikil hækkun á það þannig að ég veit ekki hvort að þeir vildu ekki selja það eða hvort það var eitthvað ekki til en sem sagt að verði breyttist aðeins hvað þessi var en mér hitt þá ég alveg klára því að ef þeir myndu bara gangi í það en við veitum öll að það er mikið til alls konar nefndum og nefndir og ný nefndir í staðan fyrir að gera þetta miklu einfaldar og það er að fá leyfi fyrir öll, við vitum það alveg sjálf. Það er allt hægt, ég segi það alltaf. Það er allt hægt ef það er áhugi. Þannig að það vantar áhugan? Ég held að það vanti á mörgum stöðum áhuga fyrir ýmsu að gera ákveðna markaðssetja hlutina á réttan hátt. Það vantar ákveðna svona kraftin þess að menn gefi sér svolítið svona vilji gera hlutina rétt og vel. Auðvitað veit ég að það er ákveðin skriffinnska og ákveðin vesinn en þetta er samt allt hægt. Það er allt hægt. Þegar maður kemur hérna heim á húsum þá stendur Rolls fyrir utan eða stöðutak? Ég veit það ekki sko. Ég átti nú stóran Mercedes-Benz bíl og síðan ég var lítið gutti sko þá hefur mér alltaf langað til að eiga Rolls-Royce og þessir bílar eru sko, ég er búinn að lesa allt þessa bíla og þetta er síðasta, þessi heitir sko Rolls-Royce Silver Cloud 3 og þessi bílar eru allir handsmíðaðir, alveg það er til þess bara frambrettið eru 8 aðilar sem smíða, þetta er í 8 hlutum og svo er það svoðið saman. Þannig að þetta er svona síðasta afgangin af Rolls-Royce þar sem bílinn er allur handsmíðar, við veitum alltaf allir hans samansettur. En að því að bílarnir eftir þennan tíma
eru sko stansaðir eins og aðri bílar, þá þessu handskrúaði saman. En þessi er allur handsmíðað. Og ég veit hvort þetta kallast stjönutákn, en þetta eru góðir bílar og ég er svona takkir sem þetta. En sem þetta ekki vandamál og þú keyrir og þeim kemst eins hratt eins og þú þarft að komast auglýsaði og það er nokkuð til í því. Þetta er 6,5 lítra vél í þessu. Þetta er sama stærð og er á stærstu Rolls-Royce bílunum sem er drottningabíllinn. Þetta er voðalega stór vél í þessu. Þú hefur einhvern tíma ætt Rolls við drottninguna, eða ekki? Ég hitti hana einu sinni á sýningu og því maður er nú einu sinni Íslendingur sko, og maður er alltaf að ýta því að maður sé Íslendingur. Og þá gekk ég að henni þar sem hún stóð og segi við henni að hún er að fara þarna og er hjá Rolls-Royce og segi við henni að þetta sé nú hvort þetta sé ekki bestu bílarnir sem hægt er að fá. Og hún snýsi þarna að mér og segir sko á ensku, of course it's the best you can buy and it is British, sem var svona sko þetta stakk var alveg þannig að þetta var það sko innilegt frá henni og kom svo sterkt sko að þetta væri bresk vara og það besta og auðvitað er þetta það besta og þetta er brest og ég sagði henni það meðal annars að ég ætlaði mér að fá mér svona bíl eitthvað svona. Hún sagði þú ætti ekki að sjá eftir því vegna þess að þetta eru úrvalsbílar. Þannig að eins og ég segi svona, bæði svona í djóki, maður hefur nú rætt við drottninguna svona bíla. Þannig að hún og það er eins og ég segi, það er alveg rétt. Hóteleigandinn hefur takmarkaðan tíma til að staldra við og spjalla, jafnvel við drottninguna. Vinnudagurinn er langur, því hótelið fer ekki neitt. Gestir koma og fara allan sólarhringinn, jafnvel við vetratíman og öll þjónusta þarf ávallt að vera til reiðu. Það er algengt að Magnús sé á fótum frá 6 að morgni til 3 að nóttu og fer þá heldur að saxast á hvíldartíman. Sko ákveðin hlutur svona sem mér finnst að maður sem er að reyna að reka svona verði að fylgjast með. Þannig að ég veit alveg hvað allir eru í hvað herbyggi og hvað er vanta, hvað herbyggi vill fá þetta eða þetta og þessi vill djús en hinn vill eitthvað annað og svona. Þannig að jú, ég fylgist voðalega vel með og allan að reyni það og það hefur alltaf líka vel. Þannig að menn finna að þeir eru sko ekki bara númer sem menn eru ansi oft á hótelum. Þú ert herbyggi 28 eða 218 eða eitthvað, heldur ertu Jón Jónsson í herbyggi 4 sko, eða bara Jón Jónsson eða hvað sem er. Þannig að þú ert manneski aftur og það sem ég hef fundið í sambandi við Englendinga og Íslendinga í sambandi við þennan stað er það að þeir eru búin að fá nóg af plastinu, plastik eins og maður segir svona plastikhótel þar sem vantar allan karakter á bakvið. Þetta eins og þetta býður upp á ákveðna sögu, þetta býður upp á svo margt sem ég held að fólk njóti og sjái og kunna að meta. Hvernig sérðu sjálfan þig í þessu hlutverki? Ég náttúrulega lít bara á sjálfan mig sem svona hálfgerðan bara þjón gagnvart fólkinu svona. Þú ert að reyna að gera allt fyrir þína gesti þannig að þeir læri að kunna að meta staðinn. Sko ég lærði það heima á Íslandi að faðir minn var gullsmiður, Steinþór Sæmundsson,
og bróðir minn lærði hjá honum, Sigurður, og ég líka. Og hann kenndi okkur svona ákveðin grunn, sko, í umgengni við fólk og annað. Og ég hef haldið það að fólk þetta er allt manneskjur. Þetta er ekki bara eitthvað fólk, heldur þetta manneskjur. Og ef þú ætlar að fá fólk til þess að versla við því hvort sem það var í skartgripum eða koma til hingað, þá verður að líta á það sem félaga eða kunningi eða gesti þína og hugsaðu vel þá. Og ef þú gerir það þannig, þá koma þér aftur. Og þetta er svona ákveðið motto sem ég hef haldið, eða reynt að halda. Og svona gott veganesti sem ég hef notað. Að við erum öll sem sagt manneskjur og við erum öll með tilfinningar og allt saman, þannig að við erum ekki bara eitthvað eins og ofsalega oft, sérstaklega erlendis, þú ert bara númer og leiður þú ert farin út á þú gleymdur, sko. Í staðinn fyrir kveður fólkið og þakka þeim fyrir en þú fær líka fólkið aftur að því fólkið finnur það að þú ert ekki bara selja heldur tekur eftir þessum persónu. Og þannig lít ég á sjálf mig í þessu að ég er svona tengiliður hérna á milli ykkur, þannig að manneskjan er manneskja. Við eigum svo sérstakt land og meðal annars það sem ég er að gera hér, að ég lít á mig sem svona, hvað við segja, ég veit ekki hvernig að orða það, einhvern Íslending sem er erlendis, er að kynna landið, kynna íslenska vöru og að því að jafnvel englendingar sem þið hafa kannski fundið fyrir sjálf, að þeir vita voðalega lítið Ísland. Þóttu séu svona nálættum og vel alltaf góð sambönd þarna á milli, en þeir vita óvalega lítið Íslendinga. Hérna ég er með myndir og ég er að gera alls konar hluti, alltaf bara að reyna að kynna þetta sem Ísland. Þess vegna finnst mér persónlega ofsalega sárt þegar maður er að standa í þessu og þú finnur ekkert nema allt neikvætt, eins og til þess með kjötið og með ákveðna vöru. Og það virðist ekki nokkur áhuga að koma þessu áfram. Og því að ég er alveg klár á því að þetta, það er að gera miklu meira. Það er að gera alveg ótrúlega hluti, ef menn vilja það. Það verður að vilja það og vinna að því og þá kemur það. Ég er alveg eins og ég er alveg klár á því. Og það sem ég er meðal annars að sýna þessu, hérna hjá mér, að ég vil gera betur, þannig kemur eftir inn á skapið. Ég vil gera betur heldur en einlendingurinn hérna niður frá og leggja mig miklu meira fram heldur en þeir. Það kostar bara vinnu. Ég vil geta sýnt þeim að Íslendingur getur þetta líka, sko. Það er annað tíma á Íslandi sem áður var gullsmiður í Reykjavík er nú ströndin. Ef til vill er þetta draumur hins vinnusama Íslendings að fá að vera í vinnunni alla vikuna, allan sólarhringinn. Í dag er það á annað 100 manna garðveisla þar sem í þetta sinn er ekki boðið upp á íslenskt lambakjöt. Á morgun er það svo ef til vill brúðkaup upp á enskan máta. Gestirnir koma og fara og höfðinginn Magnús á sinn þátt í því að skapa með þeim minningar sem þeir taka með sér. Minningar þar sem ilmur eða lítið lag vekur upp andrúmsloft frá Torki, drottningu ensku Rivíerinnar, sem við kveðjum í kvöldsólinni, minningar frá Manor House, þar sem að Ísland er aldrei fjarri.